Hæ og velkomin í þátt 6 af Bleik Flögg podcast. Vá, ég ekki búin að taka upp podcast episode mjög lengi. Ég bara búin að vera svo upptekin og ég vissi ekki að þetta podcast var að fara að vera svona mikil vinna. Auðvitað ég ekki að segja það sé neikvæðar hlutir nema bara, þú veist, mér langar að gera hlutina vel, mér langar að hafa my setup skiluru ef að þið myndu sjá the whole setup sem fór með öllu þessu, þá eru þið alveg surprised og líka það er bara búið að vera brjála að gera in my personal life að ég er bara ekki búin að hafa neitt tíma til þess að gera neitt og ég posta ekki einu sinni í svona 2 vikur og eitthvað, þú veist, okay, it's all a mess og we will get into it, en þessi þáttur er bara svona catch up og það er komin ágúst. Það er currently 4. ágúst sem er galið. Hvað meinarðu að það er komin ágúst? Sumarið er að vera búið, skólinn er að fara að byrja og en það er góður hluti líka af því að þá getum við bara reset. Þetta er góð afsökun til þess að byrja á markmiðum okkar og bara, eins og ég sagði, reset. Bara íta reset-takkan, get in tune with our goals og bara become the best versions of ourselves. Ég veit að þetta á að vera íslensku, en þetta hljóma miklu betur á ensku, myndi ég segja. En þessi þáttur, það er ekkert svona sérstakt sem ég planaði. Ég er að reyna að fá með mig gesti á The Pod, sem að gengur vel. Það er rosalega miklu meiri vinna sem fyrir bak við það heldur bara ég að tala við myndavélina, en næsti þáttur verður vonandi örugglega með gest sem að ég er ótrúlega spennt fyrir. Ég ætla ekki að heila mikkur hérna. En þessi þáttur á bara að vera catch up og bara reset og allt sem að tengist því. Og ef að þið eruð að horfa af hverju skuggi svona, en hérna ef að þið eruð að horfa þá er ég komin permanently í nýja íbúð og við erum bara að flytja inn og setja upp allt hvernig við viljum, þannig að þetta er ekki að fara að vera permanent Bleik Flögg background, en þetta er bara what we're working with right now. Það er aldrei sami bakgrunnurinn í my podcast episodes, þannig að já. En ef við gerum smá catch up á mér personally, þá hefur sumari verið bara allt í lagi. Ég myndi ekki segja að þetta var bara top 10 summers of my life. En samt hefur þetta bara verið bara gott sumar, þú veist. Það er bara svo mikið gangi í lífinu mínu að ég er bara að reyna að finna út úr lífinu. That's basically it, sko. Við þurfum ekki að fara meira into that, en samt finnst mér alveg mikið hlutur að tala það af því að podcastu mín, þú veist, mér langar að vera bara real with y'all. Ég vil ekki vera eitthvað fake. Það er bara það sem mér langar minnst að gera, þú veist, það sem ég ætla ekki að gera við bara my followers, áhorfendur mínir, er að vera eitthvað fake, because that's not me. Og ég persónulega er bara þreytt á að sjá allt, ég segi þetta bara í öllum podcastáttum, en ég er svo þreytt á að sjá allt fake ass fullkomi dæmi á netinu, af því að við consumum þetta svo mikið. Þetta er bara partur of everyone's life, er að vera á netinu, og mér finnst þetta hafa svo, þú veist, þetta hefur alveg áhrif auðvitað á mig og fullt af öðru fólki, en þetta, þú veist, ég leyfi mér ekki að láta þetta bugga mig, skilurðu, að bara, þessi er að gera þetta, það eru allir í Eyjum á þjóðhátíð, það eru allir í rektinni, það eru allir núna búnir að vera, þetta er sérstaklega hluti sem að ég hef verið svolítið sett yfir, er að ég byrjaði með ótrúlega mörgum stelpum í janúar að svona lock in bara í ræktinni, en mér eins og að lokku allir inn nema ég, skilurðu. Veist, ef ég myndi actually genuinely ná að lock in, þá myndi ég líta öðru sér út, skilurðu. Þú veist, bara það eru allir bara svo
allar stelpur bara með, og maður ég elska stelpur bara í ræktinni, en y'all know what I mean. En þú veist, ég má ekki leyfa því að bögga mig, skilurðu, það er alveg ástæður af hverju ég, skilurðu, fer ekki í ræktina á hverjum degi eða whatever. Það bara brjálað að gera hjá mér, skilurðu, og ég er nýflutt í bæinn, ég er ennþá bara nýflutt í bæinn, sko, ég er bara búin að búa hérna í 7 mánuði, sem er engin tími, þetta er hálft ár sem ég er búin að búa hérna og ég er búin að fara, þú veist, fá vinnu, 2 vinnur actually, þú veist, og það er bara búið að vera klikkað að gera hjá mér í allt ár út af öllu sem að tengist TikTokinu mínu, skilurðu, og alls ekki aftur að complaina. Þetta er búið að vera svo skemmtilegt ár. Þetta er í raun búin að vera svo skemmtilegt ár. Hvað er ég að segja að þetta hefur verið leiðilegt sumar? Það er bara svo mikið sem ég hef að hugsa og gera og það, þú veist, sem er góður hlutur, en þú veist, það er bara búið að vera rosalega mikið on my plate. Og þú veist, þetta er rosalega skrítið þáttur. Damn, we're 6 minutes in og ég er bara búin að vera að tala eitthvað random shit. En vinkona mín hringdi í mig daginn, en hún var eitthvað að hlusta á podcast þátt hjá mig, þar sem ég var að tala bara eitthvað, það var bara svipar þáttur, bara, þú veist, ég var basically bara að væla, skilurðu, en það er svona, lét mig líða ótrúlega vel að heyra feedback frá henni og endilega kommentið og bara let me know hvað ykkur finnst, en hún segir við mig að hún tengi bara svo mikið við og að þetta hafi hjálpað henni og bla bla bla, og þetta var þátturinn sem að ég var bara, ég veit ekkert hvað ég er að gera, bara, þú veist, ég er bara figuring shit out, skilur, og hún sagði bara að það var gott að heyra að það tengir ykkur annað við, og það lét mig líka líða vel, af því að þú veist, við erum auðvitað ekki einar í þessu, skilur, það eru allir að reyna að finna út úr lífinu og we're just doing it at our pace, skilur, og sumir vita alveg hvað það ætla að gera, sumir vita ekki raskat hvað það er að gera og sumir eru bara að tala myndavélina sína og posta lífinu sínu fyrir allan heiminn að horfa og vita ekki hvað hún er að gera. Ég er að skjóta mig sjálf á hérna. En þú veist, we're just all going through this. Það er bara það sem ég er að reyna að segja. Og það þarf ekki alltaf að vera fullkomið. Ég er mjög mikill perfectionist og ég er rosalega skipulögð og þess vegna er bara, það er búið að vera allt frekar rocky hjá mér at the moment af því að ég veit ekki í raun neitt hvað ég er að gera og en þú veist, ok, núna er ég búin að mourn it, þú veist, ég er búin að realisa það að núna ætla ég bara að breyta hugarfarinu mínu algjörlega og bara, ok, þá erum við bara taking one day at a time, skilurðu, og engin pressa, þú veist, ég er literally bara 18 ára, sko. Ég er bara búin að lifa á þessari plánetu í 18 ár og bara ég er nýfarin að hafa beint responsibilities, skilurðu. Og mér langar að þú sem ert að hlusta fattir það líka, ef að þú ert með einhverja pressu á þig sjálfa og þú ert bara svipið aldrei og ég, eða bara eldri, skilur, og það skiptir engu máli að við erum öll bara living our lives, skiluru, og sérstaklega ef að þú ert bara jafn gömul mér eða eitthvað, núna langar mig að tala meira til stelpunar sem eru bara á sama stað, ég jafn gamlar, bara svipaða gamlar, bara, þú veist, we're just living og við erum bara að reyna að gera það á okkar hátt og eins svona enjoy it as much, skiluru, þannig að ef að þú ert að setja ykkur að pressa á þig bara myndu að það er nægur tími til þess að skilurðu bara hugsa, þú veist við erum bara nýfarin að hafa svona alvöru responsibilities að þú þarft auðvitað það er enginn að búast við því að þú veitir alveg hvað þú ert að gera og hvernig á að gera allt vel eða fullkomið eða whatever og vonandi mig þetta eitthvað sens, mér líður bara eins og ég sé að segja bara, þú veist, eitthvað fjandar með lífinu sem ég er að taka shit out of my ass, skilur, og bara segja eitthvað en vonandi er eitthvað að skilur tengja við það sem ég er að segja
og líka til stelpur eða bara fólk sem að hlusta sem eru yngri en ég get náttúrulega ekki talað til fólk sem eldri en ég af því ég hef ekki reynsluna en ef þú ert bara eitthvað 14, 15, 16 bara please verður 14, 15, 16 sko af því the shit sem að býðir mamma sagði þetta alltaf við mig I know you're listening mommy hún sagði þetta alltaf við mig bara það nægur tími til þess að verða fullorðin skilurðu og guð hvað ég vildi hefði hlusta á hana meira af því að þú veist bara the shit sem kemur þegar þú ert orðin eldri þetta er miklu meira responsibility en maður actually býst við þegar maður er krakki þannig að ef að ykkur er að hlusta ég er nýbúin að vera 14, 15, 16 sko þannig að mér langar að tala til ykkar skilurðu bara chill out, skemmti ykkur og it's not that serious actually þegar þið eru á þessum aldri life á ekki vera that serious þannig að bara hafi gaman það er eins og ég segi vil ég eins og ég segja eitthvað get deep right now en no með þetta rosalega right off the bat alvarlegt dæmi hvað skrifaði ég meira í bókina mína tölum aðeins TikTok af því að that is my career basically sorry ég ætla að fá mér smá sopa ég er búin að taka mér smá TikTok pásu út af basically öllu sem ég var að segja ykkur og það hefur alveg verið nice en það lét mig realisa bara hvað ég elska að posta TikTok þú veist ég postaði basically ekki svona 2 vikur og það er bara, ég er bara búin að realisa hvað mér finnst skemmtilegt að fá all notificationin, skilur að fá comments og svona af því að kommenti mín eru yfirleitt bara alltaf skemmtileg, þetta er alltaf bara eitthvað fólk sem er að tengja, deila reynslu eða hrósa mér, skiluru og vil ekki vera eitthvað góð með mig en bara ég elska að fá hrósið og ég er líka sjálf búin að realisa hvað ég elska að hrósa öðrum og ef þú ert eitthvað tímann bara út að borða eða bara út að labba whatever, in a public setting og þú ert bara djöðlir bólun hennar sætur, segðu það bara like, ég fór út að borða daginn með mömmu minni og stelpan sem var að þjóna okkur, hún var með svo cute placement á blussi, þetta er ógeðslega random en hún var með blussin svona undir augunum þú veist, það var ógeðslega cute af því ég seti þetta yfir eitt skilur á kinnbeinin og bara placementi hjá henni, þetta fór henni bara svo vel en ég segi það bara við hana, skilur, bara blössið henni svo cute eitthvað og hún var bara eitthvað takk eitthvað og hún var örugglega uppgöð með mér, skilur þannig að alltaf þegar hún var að koma til okkar þá mér langaði svo mikið að brosa bara til hennar, skilur og þegar hún var að afgreiða okkur þá bara brosti ég eftir til hennar af því að mér líður eins og það vanti meira af þessi, þú veist, auðvitað er maður enginn að búa stuði að þú sért bara brosmildur dauðans á hverjum degi, skilur en ef þú ert í góðu skapi þá er allt í lagi skilur að sína það eða brosa til eitthvað af því að það gerir bara daginn þinn betri og mögulega daginn hjá öðrum þú veist alltaf þegar ég er í vinnunni og ég er að afgreiða eitthvað og maður sér alveg munin af fólki sem er bara rétt við hlutinn í símanum með eitthvað eða bara bíða hang til að þú veist að fara en auðvitað er ég ekki að segja að bara þú ert að stara í sálina á manneskinu og brosa til þeirra skilur ég er bara að segja ef þú ert í stuð til þess bara brostu fram í fólk þegar fólk er bara eitthvað takk hérlega fyrir bla þú veist það er mjög cute og hefur alveg látið dagana mína verið skemmtilegri skiluru þannig að ef þeir eru í stuði til þess þá er ég hvet ekki til þess að hrósa og brosa og vera skemmtileg af því að þú veist aldrei hvort að manneskjan sem þú ert að tala við hefur átt hræðilegan dag eða ekki skiluru Vá, ég ætlaði að tala TikTok en já, það er svo sem ekkert meira TikTok topicið sko, það er bara, mér finnst gaman að posta þar og að fara í smá pásu hefur látið mig fatta það hversu mikið minnst skemmtilegt að posta þar þannig ég hvet alla sem að vilja posta TikTok, do it af því að leið komin in the TikTok community you never wanna leave sko gellur styðja gellur community hjá okkur er svo slay ég elska það, ég elska bara
að það er til community sem að sorry, eitthvað hljóða truflar mig hana, halló? Hvað er í gangi? Anyways, vá, ég man ekki hvað ég var að segja. En já, slay. Já, ok, vá, ég er einhvern veginn bara búin að tala allt það sem ég ætlaði að tala en þetta þarf víst að vera lengra en 15 mínútur, þannig að gym, það er það sem ég var að segja áðan, en kannski næði að segja eitthvað meira, að þú veist, mér líður eins og ég hef ekki verið, mér líður eins og ég er ekki búin að vera nógu dugleg að fara í ræktina, af því að mér líður eins og ég var að byrja eitthvað svona health journey með ótrúlega mörgum á TikTok í janúar og núna eru allir með crazy progression photos, skiluru, og bara sjá virkilegan mun og finna kannski virkilegan mun en ég bara var ekki nógu dugleg, bara to be honest, ég var ekki nógu dugleg í ræktinni og ég er ekki nógu dugleg með mataræði, en þannig að ef það er einhver að hlusta sem að tengir líka, þá bara, þú veist, að fara í ræktina, það er svo mikil svona, það er bara svo mikil metnaður sem að fer í það, skiluru, og það er bara æði, það náttúrulega skiptir ekki máli í raun hvað þú ferð oft, það er bara svona hugurinn á bakvið það og reyna allavega að halda þig við, bara þú veist, meðvitunin að það er gott fyrir að fara í ræktina og að þú komið þér í ræktina þegar þú getur. Þetta er ótrúlega, þú veist, það hafa auðvitað ekki allan tíma heims til þess að vera að fara í ræktina, en eins og ég segi, bara ef þú ferð allavega stundum, þá mér finnst það að vera nógu gott jobb, þú veist, to be honest, og þú ert ekki að beat yourself down for it, af því að maður getur auðvitað ekki líka verið að compara sig sjálfa við annað fólk, eins og ég segi, ég er að bera mig saman við stelpunar sem að voru að byrja svona health journey hjá sér á sama tíma og ég, og þær finnst mér á betur stað en ég, en þú veist, kannski eru þær ekki, þú veist, bara með sömu svona, hvað er responsibilities á íslensku, þau eru ekki með sama, ok, þið veitir allavega hennar, og hafa þá meiri tíma, skiluru, til þess að vera að fara í ræktina og kannski kaupa þau ekki sjálf í matinn eða eitthvað, skiluru, ég er náttúrulega búin að vera að kaupa sjálf í matinn í ár, eða þú veist, þetta ár, og matur er bara ótrúlega dýr. Let's be real, it's too expensive. Þannig að auðvitað get ég ekki verið að compara mig og ekki þú heldur, af því það er enginn að lifa sama lífið og lifa sama lífinu. Þannig að þú ert ekki að vera að beat yourself up, bara það sem að reyndu bara að gera það sem að þér finnst vera nógu gott fyrir þig. Þú veist, þú ert aldrei að prove yourself fyrir einhvern annan nema þig sjálfa. Vá, hvað er að realize þetta allt þegar ég er að segja þetta við mig sjálfa out loud. Ok, Blake Flug podcast is my therapy, sko. En, þú veist, þetta er ótrúlega erfitt líka. Þú veist, það er erfitt að lokka inn í ræktinni og það er erfitt að, þú veist, bara geta mætt hann á hverjum degi, skiluru. En eitt sem ég ætla að segja til þess að, þú veist, sem að bætir þetta, er að vera í þjálfun. Og ég hef verið í þjálfun hjá nokkrum og þetta er allt bara svona geðveikt styðjandi stelpur sem er svo mikilvægt líka að þú fílir virkilega fólki sem að er að þjálfa þig, skilur, sem er basically sjá þig. Og ég er núna currently í þjálfun hjá You Glow Training og maður finnst hún er svo mikið æði og þetta er ótrúlega mikið svona community hjá henni og mér finnst það mjög geggja og hún er svo hvetjandi og mér finnst hún er bara með, hún Hafdís, en með svo mikið svona glowing, svona aura í kringum sig. Og ég hef líka verið í þjálfun hjá Victoria, heitir hún er líka TikTok. Hún er líka bara, þær eru báðar, þetta er svo flottar stelpur og þær eru báðar með svo glowing aura í kringum sig, skilur. Ég hef aldrei hitt Hafdísi, en ég hef hitt Victoria in real life og hún var svona fyrsta TikTok-vinkona mín. Og þegar ég hitt hana, ég held að ég myndi pass out, sko, af því að hún er bara búin að vera svo mikið fyrirmynd hjá mér, bara frá því, bara í ár, skilur, heilt ár. Hún er svo jákvæð og bara svona falleg, bara bæði útlit og svona aura. Og síðan er Hafdís,
hún líka æði og hún líka gett falleg in and out sko og og maður getur eitthvað obsessing yfir eitthvað stelpur en ég ætla að setja að vonandi veit ég bara hver þetta þið getur googlað Hafdís Eva og Viktoría Rún og þær eru bara báðar mjög flottar bara mæli með þjálfun hjá báðum og og það er mjög mikil munur að vera í þjálfun og alla stelpur sem eru að byrja í ræktinni og ef þið eru að fara í ræktina og eru bara, já ég fer bara að gera eitthvað þá er það ykkar sæn að fara í þjálfun það eru til alls konar þjálfurar og það er til þjálfun sem hendar ykkur og líka bara sem kostar ekki það mikið skiluru þannig að þið finnið definitely eitthvað sem hendar ykkur sem hendar bara hvernig þið viljið vera þjálfar skiluru markmiðanum ykkar og líka budgetinu ykkar definitely svo að þið séu actually að fá eitthvað út úr því að fara í ræktina ef þú ert að kaupa þér gymkort þá myndi ég og þú veist ekki hvað þú átt að gera þá myndi ég mæla með að get your money's worth og fara í þjálfun svo sérst að fá actually eitthvað út úr ræktarkortinu og tímaninum og bara allt saman og bara markmiðaninum til þess að reyna að ná markmiðum betur og whatever og ég er ekki það mikið gym girl skilur ég geri alveg mér líður eins og ég sé að fólk gæti alveg svona perceiva mig sem gym girl af því að ég er alveg að gera mikið af svona gymfata hauls og eitthvað sem ger ég náttúrulega gym reviews og eitthvað og ég ætla að shouta át Katarínu sem að tekur alltaf gym review með mér af því að it's all her, she is the brain sko, behind the camera, she is the brain og það ég er ekkert það góð jú, ég er alveg góð í að mér líður eins og mér langaði að segja tjá mig ég er í certified yapper ég er búin að vera að tala hérna í 22 mínútur streitu myndal en kannski gef ég ekki mér sjálfa nógu mikið credit en jú, ég er alveg gym girl en ég er ekki svona tæknis gella skilur það kemur á ræktinni ég er bara gella sem er living eins og literally everyone hvað þetta skrítið þáttur hvað er ég eins og að segja er ykkur að hlusta ennþá comment down below ef þið er ennþá að hlusta en ok, ég held að þetta sé bara nóg gym topicið ég ætla bara að segja að þið eru æði þið eru geggjar og go to gym það er gym motivation of the day ég er ekki sem búin að fara í ræktina og jú, núna ætla ég aðeins að ræða svona, út af það að fer að styttast í skólan og ég er ekki að fara í skóla í ár þetta er bara fyrsta árið mitt sem ég er ekki að fara í skóla í haust bara í svona 15 ára eða eitthvað hver ég gömul 18, hvenær byrja leikskóli eða hvenær er leikskóli búinn, ég veit það ekki en ok, já, eins og ég sagði að núna er góður tími til svona bara endurskipuleggja sig og get in touch með markmiðin ykkar og já, bara svona lokka inn fyrir restina árinu og allir segja, skilur, allir þjálfarar og allir sem eru bara, að fókusa á að betrumbæta lífið sitt að þú þarft ekki það er engin, fullkomin tími til þess að byrja en núna ætla ég bara að fully ignora það og segja bara, núna er fullkomin tími til þess að byrja af því að skólinn er að byrja aftur og þú getur bara lokkað inn, mér langar svo að vera bara raunhæf with y'all af því að ég er svo langt í frá að vera fullkomin og mér langar bara, ég hef þurft að heyra þetta áður, skiljum, ég hef þurft eitthvað að segja mér, skiljuru, að segja mér þessa hluti, svona, bara being real with me, af því að maður heyrir þetta á netinu bara, það er ekkert góða tími, eða svona fullkomin tími til þess að byrja, bara ekki hlusta á fólk á netinu, eitthvað, það er ekki allt fullkomið, bla bla bla, en mér langar að vera manneskjan sem að þið þekkið og er að segja þetta, ef maður er að horfa á eitthvað samfélagsmiðla og það segir eitthvað random manneski gegnum skjáin allt þetta, skiluru það svona resonatar ekki jafn vel við mann, skiluru
ef þetta eitthvað sem þú þekkir ekki, en mér langar að vera that girl sem að þið þekkið og ég bara being real with y'all og að segja ykkur þetta, skilurðu, bara reyna að vera as real with everyone og ég get. Það svona mesta, svona my biggest markmið, ég ætla að skrifa það niður, að það markmiðið mitt með því að vera á netinu, bara að vera real. Be real. Já, skólinn að byrja og þið þurfið að, hvernig fer þetta aftur? Hvernig byrja maður aftur í skóla? Það bara, nei, sumarið að vera búið. Hvernig getum við látið þetta ekki hljóma svona lélega, skilurðu, að skólinn að byrja aftur? Það mjög gaman að vera í skóla af því að þá maður með clear stefnu sem maður að gera. Maður að útskrifast úr skóla eða maður að ná þessum áfanga og það getur verið eitt af markmiðanum sem að þið eruð, skilurðu, sem að getur skrifað niður og sem að hjálpa mann. Það minnst það mjög næs að skrifa niður á blað öll markmiðið mín og allt sem ég ætla að reyna að gera svona til þess að skipuleggja heilan og ef einhver að fara í skóla right now sem að finnst þau vera ekki að vita ekki hvað þau að gera með lífið sitt, bara ef þú ert að fara í skóla, þá ertu að klára þessu eða þú ert að klára þennan áfanga. Þannig að þá ertu með eitt clear markmið sem að þú ætlar að reyna að ná. Og skrifið það niður, ég ætla að ná þessum áfanga, ég ætla að klára þetta skóla og ég ætla að útskrifast. Og það svo mikið af fólki í skóla, skilurðu, þið getið, hvað orðið? Bara þið fáið að hitta fólk sem skemmtilegt og bara að reyna að gera life as fun as you can af því að það the whole purpose af lífinu, myndi ég allan að segja, bara að skemmta sér af því að lífið ekki svona promised. Sorry með ensku slettunar, ég bara en samt ekki, þetta bara ég alltaf að sletta ensku. Það bara svo mikið to look forward to þegar þú ert í skóla en I've been there, þannig mér finnst ekki gaman í skóla, þess vegna ekki að vera í skóla aftur en það samt svo mikið, það svo mikið clarity að vera í skóla það svo clear markmið. Ok, ég ætla að hætta að endurtaka mig svona ótrúlega mikið en og hluti sem mér finnst gott að gera þegar ég að skipuleggja mig sérstaklega í skóla bara svona, ég elska að skrifa niður vikurnar og skrifa bara í hverju viku hvað ég að fara að gera, skilur maður getur bara búið til sitt sína eigin stundaskrá út af því að fólk gerir stundum annað en bara skóla, þú getur sett stundaskrána þína úr skólanum í dagskrána þína og síðan skrifa, skilur og það eitthvað hljóðfæri og ferði í tíma þarna og ferði þetta þarna og þarna. Það ótrúlega næs að hafa þetta bara skýrt á blaði eitthvað staðar og góða við þetta skrifa allt niður þú getur skreytt það ógeðslega cute þannig að þá stundaskráin þín ógeðslega eða dagskráin þín whatever ógeðslega cute þannig að þú getur hort á cute dagatal every day og bara romanticize það, skilurðu eða bara gert allt geða cute. Þetta ömurleg ráð, low-key. Ég bara segi ykkur að have fun, hafa allt cute og live your life to the fullest, hvernig þú vilt lifa lífinu þínu og verður krakki. Oh my god. Ég skrifa hérna á blaðinu að finna sig eftir mentó og rewind, finna mig og endurskipuleggja markmið. Ég basically búin að fara í gegnum þetta allt en líka til krakkana sem eru ekki að fara í skóla aftur og eru kannski eins og ég bara eitthvað, what the fuck, sorry mamma, hvað í gangi, ég ekki að fara í skóla. Mér líður alveg þannig low key, ég bara að fara að vinna og ég veit í raun ekkert meira, skilur, hvað ég að fara að gera, ég bara að fara að vinna hvernig degi. That's my life at the moment. Þá ef maður ekki með svona clear hugmynd hvað maður að fara að gera ef þú bara með fasta vinnu og veist ekki hvað þú ert að fara að gera meira
þá bara gott að stressa sig ekki á því. Ég að reyna að talk to myself hérna, stressa sig ekki á því að vita ekki hvað að fara að gerast næst, og í stæði fyrir að hafa svona langtíma markmið, að hafa bara svona stutt tíma, short time markmið. Bara á morgun ég fara að vinna og ég ætla bara oh my god, ég ætla bara að mála mig á morgun, skilur, ég ætla bara að vera sæt á morgun, ég ætla bara að pick out a cute outfit á morgun og gera eitthvað sem ég finnst skemmtilegt, skilur, eins og bara ándjós, mér finnst bara mjög gaman að mála mig. Það getur bara verið the highlight of my day á morgun, ég bara að fara að mála mig og vera gett sæt í vinnunni, eða ég ætla að vera í everything shower og gera sér blowout í hárið mitt. Þú veist, vonandi mig skiljið hvað ég að reyna að segja, þú veist, ef að þið eru ekki með langtíma markmið, þá það allt í lagi, og bara hættið þið að hafa svona mikla pressa á okkur að það þurfi að vera eitthvað end goal, og þú veist, hafið bara short term markmið, bara á morgun ætla ég að hafa gett gaman, og það líka svo mikilvægt að vakna morgnana og vera bara í dag ætla ég að hafa gaman, af því að things are not promised, skilurðu, og við erum bara girls in this life að reyna að lifa í gegnum hvern dag, skilurðu, sem að ég veit að fólk fílar, eða stundum ég hef alveg heyrt það, skilurðu, bara ég hata þegar fólk segir bara living day by day, skilurðu, en það stundum ekki raunhæft í öllum, skilurðu, það ekki raunhæft að hafa eitthvað langtíma markmið, að kannski varstu bara alltaf með langtíma markmið og það bara fóru til gluggan í daginn, skilurðu, þú veist, og það ekki the end of the world. Þannig að með að við erum að finna okkur stelpur sem að hlusta eins og ég, á meðan við erum að bara bíða eftir eða leitast eftir langtíma markmiðinu, þá ætlum við ekki að stressa okkur og við getum haft short time markmið sem að mála okkur morgun, skilurðu, eða fá mér uppáhaldskaffi mitt morgun, eða þú veist, það getur bara verið hvað sem bara setja mask á þig á morgun, bara, þú veist, djúpnæra húðina eða eitthvað, skilurðu, þú veist, þetta hljómar svo stúpid, en sumir þurfa á þessu að halda, skilurðu, og ég held að ég ætla bara að lífa þetta, þú veist, ég búin að vera að fara í hringi og jappa sömu hlutina í hálftíma núna, að ég vona bara að þetta svona resonates with y'all og það engin pressa á þig, og þú veist, you bara love yourself. Ég að reyna að vera ekki get inspiring, en bara ándjóks, it's not that serious, þú veist, á meðan á morgun, þú veist, á meðan á morgun guaranteed, það samt aldrei guaranteed, bara já, ég ætla ekki að fara að hringi. Takk fyrir að hlusta þennan þátt, næsti þáttur verður kannski aðeins skemmtilegri, þú veist, með einhverjum gesti, og ég hlakka til bara að tala við ykkur aftur, og sorry hvað ég búin að vera MIA hér sérstaklega, en líka bara á TikTok og eitthvað, og ég ætla að reyna að bara come back with a bang, skilurðu, og reyna að posta meira hér inn á og tala við ykkur, og endilega láta mig vita hvort að þetta sé, þú veist, ef ykkur resonateaði með þessu, skilurðu, að fannst þetta hjálpa ykkur. Það líka bara svona mesta markmiðið mitt, að help the girlies out there. Þú veist, sama átt að sé með literal gym reviews hjá mér eða full-on podcast episodes, að mér langar bara að það sé svona girly community, og ég sé vonandi að tala til ykkurja stelpur, sama átt að það séu gamlar mér eða yngri eða whatever. I love you guys. Takk fyrir að hlusta og við sjáumst í næsta þætti. Bye.